Vertu velkomin Sigurmarino Kristjánsson. Siggi, þetta frekar brösugt gengi í fyrstu umferð. Þá er komið 3 sigurleikir í röð, 1 í bikar og 2 í deild. Eru búnir að finna taktinn? Já, við erum búnir að finna taktinn, það er bara þannig. Fyrsti leikurinn var alls ekki góður, en svo núna eru komnir 3 sigurleikir í röð, þannig að við erum bara beinni braut og ætlum að halda áfram þannig á morgun. Það er náttúrulega alltaf erfitt að fara á Ísafjörð. Djúpmenn eru harðir í hornataka en þið komið stigið 3 heim. Hver var lykillinn að þeim sigri? Lykillinn að þeim sigri var bara að hugsa okkar eigin leik og halda okkar skipulagi og það var í rauninni bara það sem skilaði þessum 3 stigum í hús. Bara okkar eigin skipulag og bara við vorum bara góðir í þessum leik og þeir áttu aldrei séns. Á morgun er að Fjarðabyggð. Þeir, eins og ég kom fram í viðtali við Donna, þeir skora ekki mikið en þeir fá ekki mikið á sig. Þeir eru fastir fyrir gjörnuna. Já, Þeir eru bara búin að fá sér 2 mörk núna í þessum þeirrum leikið, þannig að þeir eru fastir aftur. Já, við spilum við það einhvern tímann í Lengjubikarnum og þá voru þeir mjög skipulagir og lágu tilbaka en ég hef svo sem ekkert fylgst með þeim eftir þann leik, sko. Ég bara sé það bara á stigatöfluna, þeir eru góðir, sko, og búin að sækja stig til dæmis út á móti Fram og þannig að það er ekkert að vanmeta þá neitt. En fyrst og fremst ættum við nú bara að hugsa okkar eigin skipulag og okkar eigin leik og þá ætti það nú að ganga nokkuð vel. Það er auðvitað það sem að menn kannski þurfa bara alltaf að gera. Það er að vera ekkert að velta sér upp úr hvað hefur einhvern tíma gerst og eitthvað, heldur það er bara núið. Það er bara þannig að ég meina, jú, vissulega er alveg hægt að skoða sitt lið og skoða þeirra styrkleika og veikleika og aðeins notfæra sig það en þegar allt kemur til alls þá er þetta bara okkar leikur sem skiptir máli, sko. Þetta er nú lið sem við spilum ekkert oft við og við spilum síðast við í deild 2010. Það var nú sögulegu leikur hérna, ef þú kannski mannst eftir því, þegar við fórum í Pepsi deild, 9-1 sigur. En það hjálpar okkur ekkert á morgun. Nei, það hjálpar okkur ekkert á morgun þessi 9-1 sigur. Það eru liðin, hvað 2010, já, 5 ár síðan, þannig að það skiptir engu máli á morgun. Hópurinn er klár? Hópurinn er klár, já, ég veit þetta ekki nákvæmlega hvaða leikmenn verði í hóp, en það eru bara 1 leikmaður meiddur, þannig að við erum bara klárir í slæðin. Og við náttúrulega biðjum til mjölliðismann og alla stuðningsmanna að fjölmenna á leikinn. Já, sjálfsög, ég meina komast úr sem hans í þessa stúku, þannig að hún er gaman að sjá hana fulla þó ég búist nú ekki alveg við því, en bara því fleiri því betra. Og svo taka stallarnir við þegar hún er full? Já, ég reikna nú með að þessi stúka verði allavega einu sinni í sumar full en í lokaumferðinni, en vonandi verður hún full oftar en það kemur bara ljós. En þú er bjartsýnn fyrir leikinn á morgun? Já, ég meina, ef við, eins og ég segja, ef við spilum okkar leik og höldum okkar skipulagi þá endar þetta bara einn veg, ég bara lofa því. Siggi, ég skora á því að þið spilið ykkar leik, haldið ekki skipulagi, 3 stig heim í Hamar. Við gerum það, takk fyrir. Takk fyrir. Donni Sigurðsson. Donni, það er leikur á morgun. Austfirðingarnir í Fjarðabyggð þeir koma. Hvernig er stemmingin á hópnum? Stemningin er gríðarlega góð. Við erum búin að ná 3 sigurleikjum í röð, þannig að sjálfstraustið er í botni, vonandi, og það er mín upplifun allavega og við höfum verið að standa okkur virkilega vel og ég vona bara og ætlast til þess að vera áframhald á morgun gegn virkilega sterku Fjarðabyggðarliði. Við höfum nú kynnt mér þetta lið mjög vel og við höfum undirbúið okkur og klárum undirbúningin í dag fyrir þennan leik og ætlum að mæta þeim en gerum okkur hins vegar alveg grein fyrir því að það verður mjög erfiður leikur. Ef maður skoðar stöðuna á þeim, þeir hafa nú ekki verið að skora mikið en þeir eru alls ekki að fá þessi mikið. Þeir eru ekki búin að fá þessi nema 2 mörk í þessu þeirra með leikið, þannig að þeir eru greinilega fastir fyrir. Já, það er engin einasti vafi á því að þetta er virkilega, lið sem er virkilega vel skipulagt, mjög fastir fyrir. Þetta eru duglegir og öflugir og hraðir og hraðistrákar, virkilega góðu formi eftir flottan undirbúning hjá góðum þjálfara. Og þannig að við gerum okkur eins og ég sagði fyllilega grein fyrir því að þetta verður virkilega verðugt verkefni en mætum klárir og ætlum að gera okkar allra besta þannig að þetta fari vel fyrir okkur. Hver er lykillinn að því að ná góðum úrslitum? Það er að mæta þeim í baráttunni. Að mæta þeim fyrst og fremst í baráttunni út á vellinum og þá hefur við trúið því að gæðin taka yfir.
Donni, svo náttúrulega eins og fyrir daginn ekki, það verður eitthvað pláss fyrir áhorfendur á morgun til að koma og styðja bakki á okkur. Já, algjörlega og mér fannst mjög gaman og hefur fundist mjög gaman að sjá þá áhorfendur sem hafa mætt og gríðarlega ánægður með stuðninginn hingað til en það væri alveg æðislegt að fá bara rauninni fyllast húkurna ef það var eitthvað en fá sem allra flesta því að við finnum fyrir stuðningnum og því betri stuðningur því meiri líkur á því við getum gert ennþá betri hluti í sumar. Við stefnum á að klárlega að vinna alla leiki sem við förum í og það verður erfiðar að ná því markmiði ef að stuðningurinn er slakur en stuðningurinn hefur verið góður og ég ætlast þess og ég vona innilega að hann haldi áfram og bæti frekar í heldur en hitt. Þannig að hann má kannski segja eins og kom fram í viðtali við Jóa Gunnars, þjálfari Stjarnan, að hvetja alla þá sem hafa komið að taka með sér einn eða tvo auka gesti. Já, nákvæmlega þannig. Það væri alveg yndislegt ef allir taka með sér einn, tvo því að eins og ég segi, stuðningurinn skiptir gríðarlega miklu máli og við finnum mjög vel fyrir því að akkurat núna er mikill meðbyr og það gengið er gott eins og staðan er í dag og það verður þannig áfram að við fáum góðan stuðning áfram. Svo er náttúrulega bara fótbolti þessi fjári skemmtileg íþrótta, það er náttúrulega, þetta er bara biluð skemmtun. Já, biluð skemmtun og við hefum náttúrulega skorað 8 mörk í þessum 4 leikjum, ekki rétt með 3-4 leikjum sem við höfum spilað núna og þannig að ég get lofað því að það verði eitthvað sjóið eins og eitthvað sagði. Það verður gott sjó á morgun og við munum spila vonandi þannig bolta að við munum koma turinn í markið af og til. Svo spurningum að Sandor og félagar hérna í eftirstu viljunu hafið með sér nála og tinna og stoppi upp í götin þannig að kom ekki svona mörg mörg á ykkur í staðinn. Já, það er akkurat. Það er náttúrulega eitt af aðalmarkmiðunum að reyna að halda búrun hreinu. Við erum ekki ánægðir með að vera búin að fá okkur 8 mörk en að samanskapi erum við búin að skora 8 mörk sem er virkilega flottur árangur í fyrstu 4 leikjunum og er í rauninni bara virkilega glaður með það og ég hef enga ástæðu til þess að áætla að það verði ykkur að stoppa með því. Donni, en það er sem sé Fjarðabyggð á morgun, laugardag og leikur í Björgulegu 16 og við náttúrulega enn og aftur hvetjum bæjarbúa til að fylgja með á völlinn. Engin spurning, þó er einn stór fjölskylda, það er ekki bara við, það heldur eru allir sem standa að félaginu og styðja og við þurfum að vera sýnilega og hjálpa okkur til þess að ná góða morgunni, öll saman. Donni, snúum bökkum saman og gangi ykkur vel á morgun. Takk sem kærlega, sömuleiðis.